Já, þetta virkar, gott. Komið sæl, ég hef aldrei talað í svona áður, þetta pínu skrítið, en alltaf ég venst þessu. Já, velkomin á fyrirlesturinn minn, hefjum afborganir af tækniskuldinni strax. Nú, ég heiti Sigga, eins og ég hef kannski sagt ykkur, en tækniskuld hefur verið mér svona hugleikið síðastliðin misserinn og hef verið þá að lesa mig til og prófa mig svona áfram á mínum vinnustað, Marorku. Og ég tel mig svona að hafa komist að ýmsu sem að mér langar að miðla til ykkar. En þannig að ég ekkert svona eitthvað sjálfur sérfræðingur í tækniskuld, heldur bara svona mikill áhugamaður. En fyrirlesturinn minn verður byggður cirka svona upp. Ég ætla að segja ykkur pínulítið sjálfa mig, reyndar er hún búin að segja allt sem að er svona ég ætla að koma á framfæri, en ég ætla að segja ykkur líka frá Marorku og fara svo yfir hvað tækniskuld er og hvernig hún myndast og svara svo þessari spurningu hvort það sé slæmt að skulda. Svo verður sögð saga af teymi sem ég er búin að vera að starfa með núna í næstu 3 ár, en við höfum verið að glíma við dálítið mikla skuld. Svo í lokin þá ætla ég að fara yfir svona þá þætti sem að svona fróðari menn telja að þurfa að vera til staðar til þess að hægt sé að ná stjórn á skuldinni og stýra skynsamlega. Þannig að þetta er nafnið mitt, Sigríður Dóra Héðinsdóttir, og ég er búin að starfa við hugbúnaðargerð í meira en 10 ár og hóf aðalega þá sem prófari, en ég hef gegnt fleiri hlutverkum eins og skrámastur og vörustjóri og hef svona verið að leita alltaf leiða til að bæta ferla og verklag og innviði. Ég hóf störf hjá Marorku sem QA árið 2015 og stofnaði svo félag íslenskra prófara með félögum mínum og við erum hér með bás bara fyrir framann Kaldalón. Hvet áhugasama til að koma og kynna sér starfsemi okkar. Nú, Marorka, mér langar líka að segja ykkur aðeins frá fyrirtækinu sem ég starfa hjá. Marorka er að gera áhugaverða hluti. Við okkar svona stóra verkefni er að þróa búnað sem að gerir áhöfnum skipa og flotastjórum í landi kleift að draga úr eldsneytisnotkun og minnka útblástur óæskilegra efna og þannig bæta afkastagetu flota. Fyrirtækið er stofnað 2002 og hjá okkur starfa núna 50 manns víðsvegar heiminn. Höfuðstöðvar eru hérna í Reykjavík, Borgartúni, og þar er okkar rannsóknar og þróunardeild. Og við höfum forritara og vörustjóra og eitt svona QA. Svo vinnum við mikið með gögn og höfum gagnavísindamenn og gagnaverkfræðinga. Ég var ekki að þýða þetta fyrir viku síðan, en svo breytist það. Þið eru afsaka, glærurnar eru svona beggja blands á íslensku og ensku. Þannig að fyrir íslensku fasista, ég bið ykkur bara afsökunar. En já, bara svona einfalda myndina af okkar verkefnum hjá Marorku. Við setjum sem sagt þennan búnað borð í skip og þar keyrir hugbúnaðurinn okkar borð. Við erum ekki mikið að svona flækja nafngiftir á kerfunum okkar. En onboard keyrir sem sagt og er að safna mælingum frá öðrum mælitækjum borð í skipunum. Og það er til að mynda hraði skipsins og hvernig vélarnar okkar eru keyrðar, hverju það eru að brenna og svo framvegis. Svo erum við viðmót þar sem að vélstjórar og skipstjórar nota til að slá inn handslegin gögn. Og svo oft og reglulega þá eru þessum gögnum skóplað í land í stóran grunn, þar sem okkar gagnamenn eru að búa til úr þessu hagnýtar upplýsingar sem að þá flotastjórar í landi nota til þess að svona bæta afkastagetuna. Get ekki því miður ekkert dvalið lengur við þetta, ég þarf að halda áfram. En það er rosalega gaman að vinna hjá fyrirtæki eins og Marorku sem er að gera svona hugbúnað sem hefur svona mikinn og góðan tilgang. Það er alveg svona, það er rosalega gaman. En að málina, hvað er tækniskuld? Þessi náungi, Ward Cunningham, kannski þekki einhvern sem einn af höfundum Agile manifestósins, hann er alveg virtur í bransanum. Hann kom fram eiginlega með einföldustu og bestu skilgreininguna, að mínum mati. Hann segir einfaldlega að tækniskuld er sú nauðsynlega vinna sem er ákveðið að fresta.
Hann kom líka fram með þessa ágætu myndlíkingu. Fólk sem að vill kaupa sér fasteign, það er ekki að bíða í 40 ár til að eiga fyrir kaupverðinu. Það kýs að taka lán og fá þannig afnót af fasteigninni strax. Borga svo bara afborganir og kannski smá vexti. En alveg svo við sem störfum við hugbúnaðargerð, við viljum ekki vera í 5, 10, 15 ára að þróa okkur hugbúnað, klára allar kröfur, gera allt svona tipptopp og koma því svo að markaðinn. Þá geti náttúrulega bara viðskiptatækifæri verið glatað eða tæknin er náttúrulega pottitt og núreld, svo mikið víst. Þannig að við kjósum að fresta ákveðinni vinnu, taka kannski, veita svona afslátt kannski á gæðunum, bíða með aðgangsstýringar, bíða með eitthvað góða logganir, sumir kjósa náttúrulega að sleppa eins og alveg sjálfvirkum prófunum, það er klassískt. En svona taka shortcuts og gefa afslátt og koma þar með vörunni fyrr á markað, sem getur verið bara besta mál og fá þannig þessa endurgjöf sem við þurfum svo að halda. En alveg svo með þetta hamingjusama par, þá þarf náttúrulega að borga tilbaka. Og það er eitthvað sem að sumir, kannski margir, bara huga ekki nógu mikið að. En af hverju verður til skuld? Sjálfsagt margir sem að tengja við tímapressu, að við verðum að drífa okkur að þróa og gefa út. En það eru líka alveg aðrir þættir sem að spila þannig inn í. Til að mynda, ef við höfum ekki vel skilgreinda ferla og verklag, þá hættir fólki til að vinna vinnuna bara svona eftir eigin hentuleika. Prófa bara svona eins og þeir nenna, það er svona eitthvað sem ég hef heyrt. Maður prófar þangað til maður nennir ekki meir. Og svona, já, þegar staðlar eru ekki til, eins og bara coding standards, þá forrita bara hver með sínu nefi. Og kóðin verður þá mislæsilegur og svona auðvelt að skilja fyrir þá sem koma að hann seinna. Endurskrift kóða er náttúrulega allt og oft frestað. Ég held að, já, sé ykkur að kinka kolli. Svo getur líka vantað upp á þekkingu hjá starfsfólkinu, þannig að það kannski veit ekki endilega hvernig er best að hafa hlutina til að við séum að gera hlutina sem best. Og svo þetta architectural thinking, það er svona, þá erum við að hugsa að það sé eitthvað í því hlutverki að horfa á svona heildarmyndina í kerfinu, þannig að arkitektunum ekki sens upp og að kerfisluta sé að tala svona skilvirkt saman og svo framvegis. Þannig að tækniskuld liggur víða, getur gert það, og hér eru svona menn ekki alveg sammála. Sumir vilja bara horfa á sem sagt, inn í kerfið, á kóðan sjálfan, að þar sé aðeins tækniskuldin. Þá í náttúrulega production kóðunum og unit testunum og jafnvel arkitektunum. En það er gott að blessa, en ég og aðrir líka viljum líka meina að þurfa að horfa á innviðina. Að það er náttúrulega svo mörg tól og tæki og þessi umgjörð sem þurfum að hafa til að við náum að gera hugbúnaðinn eins vel og við mögulega getum. Og þetta, ég ætla ekki að fara neitt svona nánar í þessa glæru, en þetta er nú bara svona til að sýna ykkur að það er hægt að fresta nauðsynlegri vinnu á alveg ótrúlega mörgum stöðum. En er í lagi að skulda? Stuttasvar er náttúrulega bara nei, en það geta samt legið góðar ástæður að baki því að fresta einhverju og koma vörun út. Til að mynda til að ná samkeppnisforskoti, við getum öll verið sammála það, og til að halda viðskiptavinum ánægðum. Og svo þetta, þá náttúrulega lifum við fyrir endurgjöfina, vita hvort að við séum mjög örugglega svara kalli notenda og markaðarins. Þannig að þetta eru góðar ástæður, myndi ég að segja. En hér ætla ég næst að reyna að sýna ykkur svona myndrænt á mjög einfaldan hátt. Hvað gerist ef að við leyfum okkur þetta trekk í trekk án þess að bregðast nokkuð við? Leyfum okkur þar að segja að gefa hann afslátt af gæðunum. Hér er teymi búið að umfangsmeta ákveðið verkefni og búið að gefa út fyrirfram ákveðna útgáfudagsetningu. Og þetta er metnaðarfullt teymi sem að vill gera hlutina ótrúlega vel og byggja gæðin og gera þetta eftir bókinni. En verkefni er aðeins flóknara og þau vinna ekki alveg eins hratt og þau gerur ráð fyrir, þannig að þau vilja seinka útgáfudagsetningunni.
En þau eru sett undir tímapressu, þannig að það þarf að taka ákvörðun þarna hverju á að sleppa. Ætlum við að skrifa færri unit-test eða sleppa því að sjálfvirka deployment-ferlið eða sleppum bara kóðarýni og öllum sjálfvirkum prófunum gefum þetta út. Dílum við hitt seinna. Og allt þetta er þá orðið að tækniskuld. Og svona höldum við áfram. Hér er þá bara, best væri náttúrulega að teimi fengið síðan ráður eða svona andrými til að vinna þetta upp. En það þarf að fara í næstu útgáfu. Og að ásettu ráði er hallin þarna, hraðinn á teiminu, hann er minni. Einfallega af því að afkastin verða minni þegar við erum með minna sjálfvirkt og minna af innbyggðum svona gæðatekum. Þannig að þetta verður svona, getur orðið að leiðilegum vítarhing. Að vera að keppa við þessar útgáfudagsetningar, taka þessar ákvarðanir að sluppa hlutum og svo framvegis. Þannig að gæði vörunar fara minnkandi og gæði kóðans sömuleiðis líka. Og það verður bara erfiðara að viðhalda þegar margbúið að plástra og margbúið að bæta kóðan á þess að refaktora eða endurskrifa. Og villulagfæringar verða líka bara tímafrekari. Og þegar við erum með svona minna af innbyggðum gæðatjekkum og þá er hætta á að við missum fleiri bögg út í raunumhverfi. Og notendur upplifum versnar og viðskiptavinir eru óánægðir, missa jafnvel traust á vörunni. Þannig að, og þetta starfsánægja þeirra í teiminu fer líka minnkandi. Það er engin forritari sem hefur sérstakann metnað fyrir að vera góður plástrari. Ég hef ekki hitt hann allavega ennþá. En allavega, þetta konsept, þetta tækniskuldarpæling, hún er fyrst og fremst góð leið til að hafa samskipti þetta mikilvægi. Mikilvægi þess að við þurfum að huga því að betrumbæta kóðan reglulega og sinna þessari umbótavinnu í innviðunum. Og þessi samskipti þurfa að vera á milli þeirra sem eru í teiminu, við vörustjóran, við stjórnendur og jafnvel viðskiptavinni líka. Nú, þetta var svona fræðilegi hlutin. Næst ætla ég að segja ykkur sögu af teimi sem að við fórum, svona okkar saga hefst fyrir cirka 3 árum. Við vorum öll frekar nýlegir starfsmenn hjá Marorku og eiginlega erfðum svona elsta kóða fyrirtækisins, elstu vöruna. Og ég kom þarna inn, þetta er mitt hliðarsjálf, ætla ekki að vera nálægt í það. En ég kom þarna með fullt af hugmyndum og hugsaði með mér, það er alveg stór sniðugt að eiga svona endurnýjanleg prófunatilvik, þannig að við séum ekki alltaf að finna upp hjóli hvernig sé best að prófa þessa hina virknina. Það eina sem við þurfum að gera, við þurfum bara að skrifa fullt af prófunatilvikum, það sem á til, það var úrelt. Og svo þurfum bara að fá eitthvað kerfi til að halda þessu rauða reglu. Svo vorum við sammála í teiminu það að við getum haft kóðarýnina svona aðeins formlegri. Það væri ekki lengur kannski nóg að bara svona kíkja yfir öxlina. Jú, það lukkar, fínt. Við vildum svona nota tól, hafa rekjanleika og gera þetta svona meiri fagmennsku. Þannig að til þess að nota tólið sem okkur langaði í, þá þurftum við að færa okkur yfir nýja kóðageymslu, Gittið. Og þannig að það var svona eitt verkefni sem við komum auga á. Svo vildi ég náttúrulega geta ítt á einn takka og fengið nýjasta bild yfir á prófunarumhverfið. Hætta, uninstalla og installa. Það er rosalega leiðilegt mörgum sem nota. En það vantaði bara testumhverfið. Það var ekki einu sinni til. Svo sagði ég, ég vil ekki vinna með brotið bild. Það er tímasóun hjá mér. Þannig að ég vildi hafa svona gated bild. Þannig að ef að unit test feilaði eða code coverage fór kannski lækkandi, þá ætti bara bildið að brotna og forritarinn fengi strax í hausinn, bara bam, þú verður að laga þetta. Þannig að ég fengi aldrei svona brotið bild í prófunni til mín. Svo vildi ég bara geta mælt gæði kóðans. Það er til alls konar góð tól til þess sem að gefa svona til kynna svona veikleika í sjálfum kóðanum. Ég ætla ekki að fara nánar til það hér, en það er til alls konar svona flott tól sem að gera þetta fyrir mann. Þannig að nóg framundan að gera hjá okkur og spurningin var líka bara,
svona, hver á að gera þetta allt? Hvenær? Hver á að borga þetta? Þetta voru erfiðar spurningar, en alveg svona töluvert mikið hægt að gera svona til að bæta heiminn hjá okkur. Ég var pínu svona, vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera á þessu stigi málsins. Þannig ég fór að skrifa. Það var mitt ráð út úr þessar stöðu. Ég fór að skrifa það sem að síðan fékk nafnið Quality Assurance Strategy. Það sem að ég tók okkar þróunarferli allt frá því að við committum kóðabreytingu þangað til að við gefum út. Og það er rauninni þessi græna lína hjá okkur. Og alla þessa verkliði, alla þessa hlekki í keðjunni, tók ég á útlistaði nánar hvernig svona í draumaheiminum ég vildi að verkin væru unnin. Það var svona einhver svona framtíðarsýn hvernig við ættum að þróa hugbúnað. Og dæmið þarna er eins og með svona code analysis, það er það sem ég var að tala áðan með að mæla gæði kóðans. Ég vildi að svona tól væri keyrt sem part af continuous integration prósessnum, bara þegar við erum að bilda og útfæra kóðan. Og eins og með functional testin að þarna vildi ég eiga þetta subprófunatilvika sem að myndu þekja alla virkni kerfisins og svona hæfilega, eða svona skynsamlega stór partur kerfis sjálfvirt og auðvitað á prófunarumhverfi. Þannig að svona þetta skilgreindi ég svona fyrir þessa verkliði og fékk deildarstjórann til að leggja blessun sína yfir þetta, að þetta væri leiðin sem vildum fara. Og svo lokum allir í deildinni og voru ásattir þetta. Þannig að þá gat ég fara að gera þetta skemmtilegt. Ég gat svona tekið vörurnar okkar onboard og online og svona metið þær út frá þessu hver nústaðan þeirra væri miðað við þessa framtíðarsýn. Og hérna sjáum við nú bara efri hlutan af þróunarferlin okkar, en þetta var allt svolítið grátt og bara eiginlega ljótt. Það var ekki mikið grænsvæði sem eiginlega gat til kynna að við svona, mér fannst svona skuldin, þetta var náttúrulega bara allt saman uppsöfnuð skuld sem var svolítið sýnileg. En til þess að koma málunum eitthvað áfram þá bjuggum við til nýtt projekt eða svona nýtt verkefni fyrir þessi umbótamál. Og það var sér backloggur sem að hélt utan þessi verkefni sem við gátum þá hist reglulega við þróunar aðilarnir í deildinni og forgangsraðað, rætt nánar. Og þarna sjáum við 3 verkefni. Við vorum náttúrulega alveg með kóðageymslu og build-server þó svo að ég hafi verið svolítið grimm og sett það bara niður í 0 af því við vildum fá nýtt. En það gerðist náttúrulega ekkert. Menn voru bara, ég þarf kannski að hafa þetta hérna, þú veist þegar hér var komið við sögu þá voru allir að vilja gerðir og allir vildu þetta rosalega mikið en sprettavinnan náttúrulega gengur fyrir og þetta komst ekkert á dagskrá. Allan fyrir svona óþolinmóða manneskju eins og mig þá var þetta alveg bara, ég hafði ekki þolinmæði. En þá prófuðum við að búa til nýtt svona umbótaferli. Og ég ætla nú ekki að fara í eitthvað detail hér, en það sem að skipti hér alveg sköpum var að ég tók á mig þá vinnu að búta þessi stóru verkefni niður í svona smerri verkliði, smerri verkbeiðnir og setti þær á vöru-backloggan okkar. Það sem að vörustjórinn fékk þessi mál á sinn backlog, hann gat forgangsraða þeim og endanum, þetta er þrýsting hjá okkur náttúrulega, endaði þetta inn í spretti. Og þá fór eiginlega hjólinn að snúast. Teymismeðlimir committuðu á þessa vinnu og þetta komst loksins á dagskrá. Og þetta var staðan hjá okkur núna bara áramótin. Og onboard var svona hálfgjörður ísbrjótur og svona reið svolítið á vaðið og bætti heiminn sinn töluvert. Og online er núna að fara í þessa vegferð. En þetta er svona svolítið sagan af því hvernig við fundum út hvernig við ættum að koma hugmyndum á dagskrá. En kóðinn okkar hjá þess onboard teyminu, hann var líka hann var í svona ekki góðu standi. Í mínum huga þá var sérstaklega einn kerfishlutin sem við vorum alltaf að vinna með og bæta við nýrri og nýrri virkni. Í mínum huga þá var hann eins og svona kolkrabba ófreskja. Hann var svona
orðin allt of flókin, hann var svona margplástraður og illur viðuregnar, við vorum hrædd við að gera breytingar og margir, já eins og ég segi, margir búin að koma að honum. Hann var alveg óprófanlegur, við gátum ekki sjálfvirkt prófað hann. Og þannig ég eyddi mjög mikilli svona vinnu við að handkeyra prófanir fyrir hverja útgáfu. Og bara regression testa þennan komponent gat tekið svona upp í 4 daga. Og þá allt restin af kerfinu alltaf eftir. Þetta var alveg rosalega þungar prófanir. Og það var bara erfitt að leita að villum og við vorum hrædd við að gera breytingar. Svona þegar vörustjórinn kom einn daginn og sagði nú ætlum við að bæta enn meira við kolkrabbann. Þá ákváðum við teymið að standa bara þétt saman og við sögðum allt í lagi, við skulum bæta við, en fyrst þá ætlum við að fá endurskrifa. Við mælum með því og gáum sterkur rök fyrir því hvers vegna og hann skynsamur maður, hann féllst á það. Þannig að við fórum í þá vinnu sem lauk núna í byrjun desember á síðasta ári og ávinningurinn ekki allur komin í ljós. En eitt ég alveg viss að við erum með betri vöru fyrir vikið og betri kóða. Þessi kóði fyrir eftir þessa vinnu núna orðin fyrirmynd annarra. Og við komum til með að veita betri þjónustu. Að lagfæra bugga og bæta ykkur við, það verður fljótlegra. Og við erum líka vissum að við erum ekki að brjóta neitt af því að þetta allt þakið núna í unit-testum. Og auðvitað bara á aukin starfsánægja, guð minn góður. Fyrsta skipti fann ég virkilega hvað menn voru stoltir af vinnunni sinni. Og og það finnst mér eiginlega skemmtilegasta við þetta. Að þarna voru menn mjög svona vissir hvað þeir voru búin að gera góða hluti. En svo fyrir mig sem hef svona gaman að fylgjast með svona trendum og svoleiðis, þá langar mig sérstaklega að benda ykkur á code coverage. Það hækkaði þarna til verulega við lok þessa verkefnis. Mestu leyti því að þakka við drápum þennan kolkrabba. Og svo erum við komin núna með tól sem að mæla eins og þessi 3 neðri. Þessar tölur eru ekki góðar. Þannig að við höfum núna verka okkar backlog til þess að saxa á þær og fá þær til að lækka. En það svona gefur okkur til kynna að kóðin, það eru svona vankantar í kóðunum hjá okkur. En lærdómurinn nú svona ýmislegur, finnst mér. Fyrst og síðast að teymið verður svolítið að finna það að það það sem ber ábyrgð á gæðum kóðans. Og það verður að sýna þetta frumkvæði að berjast fyrir endurskrift á kóða. Þau eru í kjöraðstöðu til þess að koma auga á þau tækifæri. Svo þarf endurskrift kóða að vera hluti af verkefnum. Það var ekki hjá okkur. Þetta kom svolítið svona aftan að okkur að vilja endurskrifa þennan kóða. Þannig að nú ætla ég að fara að berjast fyrir því að áður en verkefni fara á dagskrá að teymi fái tækifæri til að greina hvort og þá hversu mikið á að fara í að endurskrifa. Svo þetta bara ekki einhver einn sem dregur þannan vagn. Þetta þarf allt teymið og helst þá sem standa í kringum teymið að vera meðvitaðir um það að það þarf að huga að þessu. Og svo þetta bara ítrunarferli. Við erum náttúrulega ekkert búin og langt í frá búin að besta þessa vinnu á nokkurn hátt. En það víst eitthvað sem kallast technical debt management. Ég komst að því fyrir ekki svo löngu síðan. Og það svolítið fyndið að segja frá því að þegar maður lesa á internetinu að þá alltaf þessi sömu þættir taldir upp sem þurfa að vera til staðar til að þú sért stýra tækniskuldinni. Og það þessi sömu þættir sem við vorum að reka okkur á. Þannig ég get nú alveg votta það að það eitthvað til í þessu. En ég ætla að skauta hratt yfir þessi 7 atriði því að tími fyrir að vera búinn. Fyrsta lagi þá þetta identification, það átt við með það að þurfa að koma auga á sér tækifæri. Hvar við sjáum tækifæri til betrumbóta, hvort sem í kóðanum eða í innviðunum. Og það teymið náttúrulega alveg í lykilstöðu. Og svo þetta að nýta sér tól eins og við höfum gert.
Nú það þarf náttúrulega að nýta tólin reglulega og gera þá skynsaman hátt og forgangsraða, bæði þarf að forgangsraða þá innan tækniskuldamálanna og eins og við gerum, við þurfum að forgangsraða þeim ásamt annarri vöruþróunarvinnu, það getur verið svona trikki. Og svo þetta ekki ýmislegt til að koma í veg fyrir að tækniskuld myndist, til að mynda að hafa skýrt verklag, hvernig á að framkvæma kóðarýni, definition of done væri eitt til dæmis, og nýta tólin, hafa svona eins og gated build eða gated check-in. Svo þarf að úthluta tíma til að vinna þessa vinnu og sumir hafa farið þá leið að hafa bara annað hvert föstudag í svona tækniskuldarmál, aðrir taka 20% af sprettavinnu, útfæra það á alls konar hátt, en hafa það skýrt og hafa það skilgreint. Þetta er ekki eitthvað svona one-off verkefni sem við tökum einhvern mánuð og svo er það bara búið. Svo það bara að skrá verkin, það er líka mikilvægt, skrá verkin og útfæra einhvers konar ferli eða leiðbeiningar til að tryggja að þau komist á dagskrá. Síðast en ekki síst þá eru það samskipti og að miðla þessu mikilvægi og það bæði meðal teymismeðlima og þeirra sem standa utan við. Fyrstu skrefin, ef einhver kannski nú þegar búin að taka þau, en það er kannski eitthvað sem að þið getið tekið hér með í dag, en byrja á því að skilja, lesa sem meira til, setja í samhengi við sinn vinnustað, hvort það sé tækniskuld á mínu vinnustað, og miðla til annarra í teymi, byrja á því, þeirra sem standa manni næst. Svo það bara að hefja skráningu og sammælast eitthvað verklag til að við tryggjum að málin komist á dagskrá. Þetta þarf ekki að vera kannski mikið flóknara. En það eru algengar hindranir sem menn tala um. Og fyrst og síðast það skilningsleysi milli þeirra sem eru tæknimenn og þeir sem eru ekki tæknilegir. Og svo erfitt að forgangsraða. Til að mynda ættum við að uppfæra bildserverinn, nýjustu útgáfu eða bæta þessari virkni við kerfið. Hvort er mikilvægara? Það er svolítið erfitt að segja. Og svo erfitt að mæla eins og gæði arkitektúrs, það er eiginlega bara ekki hægt, held ég. Það er allavega engin tól ennþá, svo ég viti, sem mæla svoleiðis. Og svo það hugarfar forritara. Og ég hef nú ekki kynnst því, en þar segja margir að þeir vilja bara vera að þróa eitthvað nýtt. Nenni ekki að þrjú upp skítið eftir aðra og eitthvað svona. En auðvitað held ég að við viljum alltaf hafa heimi betri og vinna saman að svona málum. Nú, ég held að ég sé bara komin að enda. Tíminn líka vera búinn. Kannski eitthvað svona gáfuleg lokaorð. Markmiðið sjálfu sér er ekki að vera eitthvað skuldlaus, heldur að koma á skynsamlegri skuldastýringu. Ég held að það sé eitthvað svona, ég held að það sé málið, að gera það. En já, að lokum það bara held ég þakka ykkur fyrir að koma. Ég var langt stressuðist yfir að kæmi bara enginn, en gaman að sjá svona marga. Og þakka Hörpunni fyrir Vitjamessunni fyrir að gefa mér tækifæri. Og já, takk fyrir mig.